Ég er komin hérna til hjónanna Lorentz og Lolu og þau eiga 3 unga syni sem eru hérna að leika. Þau ætla að taka á móti okkur. Þau fluttu til Íslands í fyrra til þess að gerast bændur og það hafa þau heldur betur gert, er að framleiða ótrúlega gott grænmeti og eru núna komið með 5 svín. Við ætlum að heyra í þeim hvernig í ósköpunum þau geti þetta allt saman og hvernig gangi að rækta grænmeti og gerast garðyrkjubændur eða bara bændur á Íslandi. Og já, og við ætlum líka að fá að smakka. Sjáu þið hérna kræsingarnar. En það sem er líka merkilegt er að viðtalið það fer fram á íslensku. Ég er komin hérna í gróðurhúsi til ykkar að Narfaseli, Hvalfjarðarsveit. Þið fluttu gagngert til Íslands til þess að hefja rekstur, til að kaupa jörð og byrja að rækta. Er það ekki? Já. Við vorum að leita stort land til að reyna aftur bóndabær með grænmeti og fleiri svín. Þegar þið komið, þá er bara land hérna, engin hús, ekki gróðurhús, ekki neitt? Nei, var ekkert. Já. Ekki einu svona afleikari? Ekki vegur? Já, bara... Þessi og nei, ekkert meira. Út af hverju Ísland? Pláss og veður. Bara út af plássi? Já, það var. Í Sviss all fermetrar er notað, sem er ekki pláss fyrir nýtt bóndi. Já, og Ísland er falleg líka. Já. Hvenær komið þið til Íslands? Í júní 2020. Við fluttum. En áður við kemum 3 syni til að sjá og já. Já, bara skoða aðstæður og svona, komið þið nokkru sinnum áður. En fyrir þann tíma, þekktu þið Ísland eitthvað? Voruð þið búin að koma eða þekktu eitthvað á Íslandi eða eitthvað svoleiðis? Nei. Við vorum að heyra mikið, það er fallegt og eldgós, líka svona. En alveg það við vorum ekki að ferða mikið svona, það var. Nei. Hvað sagði fjölskyldan ykkar þegar þið sögðu að þið ætluðu að fara til Íslands og gerast bændur? Þau eru happy vegna við hafum mikið projekt en auðvitað ekki smá leiðjur. Já. Það var að fara? Já. Og já, mikið fyrir barnabarnir. Já, erfitt. Ekki sjá barnabarn. Já. Já, okkur er í lagi en barnabarn. Já. Hvernig er svona venjulegu vinnudagur hjá ykkur? Vakna upp og að gera að elda matur og eftir vinna í garðinum eða gróðurhús. Já. Og börnin eru kringum okkur að leika og stundum hjálpa, stundum ekki. Og já, mikið að leika með vatn og mold. Þið eru með opna búð hérna, litla sveitabúð sem er opin á föstudögum, laugardögum og sunnudögum, en þið keyrið líka heim. Þið keyrið grænmeti í Borgarnes og þið keyrið grænmeti á Akranes sem er svolítið svona ný nálgun á að framleiða og afhenda grænmeti og selja. Já, kannski framleiðandi sem eru að gera það sjálf kannski er nýtt, en ég var að sjá mikið heimkaup eða efni svona, en já, ekki framleiðandi gera það sjálf. Þetta er rosa sniðugt af því að þið eru með bæi sitt hvoru megin og geta keyrt þetta heim. Er þetta ekki að virka vel? Betra og betra. Ekki rísa vel, en já, það er betra og betra. Tekur tíma fyrir fólk að venjast til líka og vita af ykkur? Já, kannski, já. Við viljum gera mikið, en er ekki nóg tíma til að gera allt sem við viljum. Svona, við þurfum að
að Sofa, þið þurfum ekki að sofa, ég er búin að koma að staði, þið hljótið, þið getið ekki þurft að sofa. Nei, hvenær nótt. Já. Já, við viljum gera korn fyrir svín og repjuolja líka fyrir traktor og svín líka. Ja, mikið við viljum gera en fyrir núna við þurfum að gera það betra og eftir Annars vörur, ekki bæta svo mikið núna. Ekki bæta svo mikið við, heldur halda áfram bara með það sem þið eru að gera og laga það og svona, já. Þið eru með 5 svín? Já, 5 fyrir núna og fleiri í janúar. Já. Ok. Eru þið að gefa þeim svona afgangsgrænmeti og svona sem fellur til? Já, allt sem ekki hægt að selja fyrir svín. Af því að það ekkert alveg eins að rækta í Sviss eins og á Íslandi. Það kaldara hér og þið hljótið að þurfa að læra á Ísland. Já, ekki sama. Sumar mikið Styttra? Já. En vetrar alveg sama. Stundum kalt, stundum rigning og vetrar alveg eins og. Það verður gaman að fylgjast með ykkur og ég er búin að smakka þetta guðdómlega grænmeti sem þið framleiðið. Þetta æðislega gott. Takk. Gaman að því.